Þá ætlum við að ræða þessum sjávarútveg. Ég hlustaði á viðtal á Bylgjunni í morgun, rifrildi á milli Jóns Gunnarssonar og Jóns Gnarr veiðigjöldin. Það var nú ekki mjög uppbyggilegt. En íslenska þjóðin hefur náttúrulega furðað sig á auglýsingum SFS og sennilega hefur andstaða þjóðarinnar við málstað stórútgerðarinnar andstaðan hefur sennilega stór aukist í hvert skipti sem að útgerðin kemur með viðbragð við boðaðri leiðréttingu veiðigjalda. Nú í dag, það var bara í dag sem að var ljóst að frumvarp atvinnuvegaráðherra veiðigjald hefur verið afgreitt úr ríkisstjórn og það eru einhverjar breytingar á því þar sem að manni skilst að það verið tekið meira tillit til lítilla og meðalstórra útgerða en til að ræða ekki nema litlu leyti þetta mál heldur fiskveiðistjórnun í víðri mynd komin hingað einn af kunnari fiskifræðingum þjóðarinnar, Jón Kristjánsson. Vertu velkominn, Jón. Takk fyrir. Þú sagði mér að nú verið á níræðisaldri, ég trúi því vel að. Jú, einhvern að tala það. Nei, við erum ekki að tala það. Við erum bara alveg magnað. Já. Heyrðu, sko, ég var að ræða útgerðina og ég var að ræða viðbrögð útgerðarinnar. Hvernig hefur auglýsingaherferð SFS slegið þig? Hún náttúrulega slæri mig alveg öfugt sko með það sem ætlast til. Já. Þeir rísa upp á afturföttunar og berjast með öllum vopnum sem þeir til, það að segja peningum. Heldur betur. Og síðasta höggið var náttúrulega að fara að vitna í norsku þættina, Exit. Já. Það sem allt snýrist að græða og fara illa með aðra. Í þínum huga réttlætismál að við fáum, að ríkið fái meira frá þessum veiðum? Ég hef nú ekki verið þeirra skoðanar endilega. Það miklu meira atriði að peningarnir sem að koma úr sjávarútveginum gangi gegnum æðar þjóðfélagsins í staðinn fyrir að lenda beint í svartakassanum. Já. Sko, í hítinni sem að fer í einhvað. Já, ég skil. Að menn Íslendingar fá að veiða og nýta sinn rétt sem þeir hafa hátt frá landnámi og færis lífi í bæina og innan sem því fylgir og allt afleitt. Það miklu heilbrigðara heldur en að vera setja einhverja peninga í svartan kassa. Já. Nú hefur einmitt sko þessi þróun sem varð í þorpunum hún hefur verið rifjuð upp í tengslum við andúð og áróður stórútgerðarinnar og eins og með Pálma Gestsson leikara sem að hefur Já, það náttúrulega opið, það náttúrulega gefur höggstað á sér. Já, gefur höggstað, einmitt. Að vera með svona tal, þetta bærinn minn og þetta svona. Já. Þá kemur bara og breytir bara sögn, þetta var bærinn minn, en hann orðinn öðruvísi í dag. Þetta akkurat rétt orðið, það höggstaður. En ég hef verið að lesa greinarnar þínar, Jón, núna undanfarið á blogginu þínu og þú þreytist ekki á að ræða misheppnaða fiskveiðistjórn og ég held ég að við séð þig nota orðið hryðjuverk. Aðalástæða þess að ég kallaði inn á þátt, hún svo að þú ætlar að ræða aðeins við okkur vísindin og á hvaða villigötum þau eru og ég ætla nú bara að gefa þér orðið. Hvar viltu byrja? Ég ætla að byrja á að sýna aflatölur fyrir Ísland frá stríði. Frá stríði, einmitt. Sko, í stríðinu eru Bretarnir og útlendingarnir, þeir eru ekki hér, við erum einir. Já, Pétur, gætu við kannski fengið, þetta þessi mynd sem að... Já, við sjáum þarna 44 byrjar þetta. Þá erum við 200.000 tónum, þá erum við einir hérna að veiða og svo fara þeir að koma útlendingarnir og við náum hámarki 500.000 tónum og erum með það í nokkur ár. Þá setjum við fiskveiðilandhelgi 12 mílur. Þá var það þannig að þeir höfðu verið yfirleitt fyrir innan 6 mílur. Þeir voru á grunnslóna þar að þeir höfðu að læra upp á nýtt á miðin. Já. Sem tekur einhvern smá tíma? Ég tekur smá tíma og við sjáum þar 12 mílur og þá minnkar aflinn svolítið. Já.
svo förum við í 50 mílur, það rautt strik þarna, 72 og þá fer aflinn aftur minkandi og svo kostum við útlendingunum 75-6 og þá förum við að flytja togara og náum þarna veiði 1982 svipa áður. Síðan fáum við þennan skell að það hrynur niður aflinn vegna þess að menn fóru að fríða ungfisk og þegar hann dafnaði, hann var sem sagt 3 ára og sko hann var hætt að veiða og þegar hann stakkar á fyrir að bankadyrnar og þá verður mjög mikill afli, þá fara menn að setja á alls konar hömlur skrapdagar voru þetta kallaðir og svo hann að horast þarna á þessum tíma á 83 hann orðið mjög horaður, stofnin minkar vegna þess að einstaklingsþyngdin hún lækkaði og þá settum menn á kvótakerfi og fengu hérna urðu mjög hræddir á þessum tíma. Aflinn fór niður í 300.000 tonn sem hafði ekki gerst síðan við sjáum það þarna rétt eftir stríð. Þá í gildi sóknarmarka vissuleyti og þá hækkar aflinn fljótlega upp úr þessu. Svo fer hann að, þegar menn fara að herða tökin, þá fer hann niður og fer niður í 140.000 tonn 1995. Síðan hann að hjakka upp og niður og hann verður aldrei farið, síðan 95 verður aldrei farið yfir þessi 300.000 tonn sem þótt alveg skelfilegt á sínum tíma. Þannig að það ekki þetta að segja það að árangurinn sé í samræmi við það sem lofað var. Það var lofað að yrði 450-500.000 tonna veiði eins og var þarna árabil. Og þá voru allar þjóðir í óheftri sókn. Það var enga takmarkanir nema í veiðarfærum með það. En við heyrum alltaf sem helstu rök kvótakerfisins að það verið til að vernda fiskstofna. Já. Og það gert með því að veiða minna. Þetta ekki innbóðið við Íslendinga, við skulum aðeins kíkja á Færeyjar, það næsta mynd. Þá sjáum við það að hér áður fyrr, þetta þorskafli, þá aflinn frá 20.000 tonnum upp í 40. Það helst alveg þangað til að 90 og einhvað þá gekk eitthvað illa í Færeyjum og þeir settu reyndar á kvótakerfi 95-6 að kröfu Dana. Þeir sáu fljótlega að þetta var ekki hægt að hafa þetta kvótakerfi, það þýddi bara það að menn voru að henda fiski alveg austur og vestur. Eins og alltaf hér. Já, og það tekið af þetta kvótakerfi og sett á fiskidagar, þeir máttu veiða ákveðið marga daga. Og þarna, til að byrja með, þá voru þeir með 40.000 daga, 40-50.000 daga. Ég kallaður hann inn í Færeyjar 2001. Það þarna grænt jóð. Og þá var skipunum 35% niðurskurð sem var ekki gerður og heldur ekki árið eftir. Þriðja ári sé það að fiskur að horast, ég byrði á að bæta í og það var ekki gert. Og þeir uppskáru svo bara hrunn og nú ekki nema 15.000 fiskidagar og aflinn komin ekki neitt og á sér engar virðistra von með áframhaldandi fröðun og það mikið sko það mikið að miðunum friða meira og minna allt árið. Við skulum færa okkur neðar í aðal svæðið á netinu má segja, eitt frjósamasta haf sem til, það Norðursjórinn. Já, Pétur Tæknumæður. Takk. Þá sjáum við það að þarna bláu punktarnir, það því sem hent. Að strax eftir sko 80 þegar menn fara 75 til 80 þá fara menn að stjórna hjá sjálfum sér, þá var hægt að hafa, þá var komið 200 milljón landhelgi og þá var hægt að reka útlendingarnir í burtu og þá var farið að byggja upp með friðun og það fer svona eins og við sjáum og núna aflinn í Norðursjó 5% af því sem hann var. Þetta svakalegt. Já, þetta rosalegt.
Þetta rosalegt og þetta svipaði á öðrum slóðum kringum okkur. Þetta vita menn ekkert hérna. Og það talað ennþá að sjá ofveiðinir í Norðursjó. Það bara ekki rétt. Það óhemja smáfiski sem gamall. Ef við kíkjum förum til Írlands, sem hafið á milli Írlands og Englands, þá sjáum við það þarna upp úr 85-6 þá fer að falla aflinn og hann þannig núna, það lokað. Ég kom þarna 2003 þá fór ég í rannsóknartúr þarna og talaði við fræðinga og fleiri og það var alveg sama, það var bara ofveiði og það var þurfti að friða og síðan hefur þetta verið lokað. Rockall næsta svæði, það fyrir norðan Skotland. Það aðalega ísa sem veiða þar. Þeir voru að veiða þarna 15.000 tonn, þetta 10.000 tonn fór í sjóin aftur. Þetta bláa, það vegna þess að það hefur verið svona smár fiskur. Og það bara sortir að frá. En hann núna, mér sagt, hann það smár og hóraður, hann varla söluvara. Það nefnilega það. En mætti þá kalla þetta löglegt brottkast? Já, það leyft brottkast niður í Norðursjó. Já, það var leyft. Ég fór á snurvoðabát í Norðursjó. Við heldum veitt 60 tonn, við komum með 9 tonn í land. Allt hitt fór í sjóin. Ég skil. Eystrasalt hann að það næsta. Já. Þarna 200.000 tonna afli. Það svolítið breytilegt í Eystrasaltinu, hvort það síld sem ríkjandi eða þorskur. En allavega að þá fara þeir að draga saman, þeir ganga í Evrópusambandið og fækka skipum. Og ég varaði á við 2009 að ég heldur þess að fram hann geti farið illa í þeim. Nú búið að vera lokað í 4 ár. Það 0 veiði og allt sjávarútis batterið bara 0. Já, þetta bara alveg hrunið samkvæmt þessari mynd. Já, gjörsamlega, og þetta að mannavöldum. Þetta að mannavöldum. Já, nú fiskurinn mjög hóraður ennþá, en það ennþá verið að bíða eftir að náttúrun lagi þetta og það meiri sér að fara að setja út seiði. Já. Það ein gleðitíðindi í öllu þessu. Já. Og það Barentshafi sem síðasta myndin okkar. Ok. Já. Að við sjáum það að þeir að veiða þarna yfir 1 milljón tonn og áður síðan kemur 75 þá farið að henda út skipunum. Þarna voru altså kringu 1960 vorum 3.000 erlendir togarar í Barentshafi. Já. Og það gerist það 1980 að það verður algjört, 1990 fyrir ekki, það voru algjört hrun. Já. Og selurinn kom på ströndinni, languði stofnin fjallur hór, loðnar korf. Já, já. Og svo reis þetta upp og síðan hafa þeir haldið nokkuð vel í veiðina. Já. Og hverju þakkar það? Ég þakka það því að Rússar með í Barentshafi og Rússar neituðu að gera svona mikið niður. Já, og þeir hafa alltaf verið að veiða smáfisk með klætt tról og frist bara 20-30 cm þorsk og annað í blokkir og því að þetta matur hjá þeim. Þeir hafa, og svo hafa þeir stjórnmálamenn hafa farið mörg 100.000 tonn fram úr áætlunum eða ráðlöðum afla og svo svarta veiðin sem mikil og það núna verið að loka eða taka fiskvinnslur í Norður-Noregi fyrir svindl. Erum við að færa okkur í þá átt að þú ert að fara að segja mér að veiðar án stjórnunar hefðu mögulega fært okkur betri fiskistofna? Ekki bara mögulega, alveg örugglega. Það ekkert sem hefur breyst svo mikið í heiminum í náttúrunni að það réttlæti að það sé skýranlegt að þeim völdum hvorki hlýnun eða súrnun eða nokkuð skapaðar undir. Þannig að allt vísindasamfélagið sé búið að vera á villigötum áratugaskeið. Já. Og enn á villigötum. Og þess vegna svolítið kjánalegt að hlusta á það í alþingisumræðum hjá vitibornum fólki að spyrja því hvaðan á að taka þennan trilluafla sem verður óhjákvæmilega að trillundan fá viðbótar daga.
þá eru trillunar raunverulega komin í sóknarkerfi eins og er í Færeyjum og sóknarkerfið í Færeyjum þannig að það engin takmörk á afla. Þú fær, eins og maður sagði, ef að sóknir er of mikill, þá minnkar sóknina. En þú minnkar ekki aflan. Nei. Þess vegna fá þeir að gera það sem þeir vilja á þessum sóknardögum sínum. Og meðan að það var í gildi í Færeyjum, þá var allt í lagi. Þangað til að fiskifræðingarnir fóru að stjórna með því að loka svæðum og fækka sóknardögum. Það gerðist eftir að ég kom þarna, þá héldi með sóknardögunum í 2 ár. Og svo þegar ég sagði þeim að bæta við, þá fækkuður. Þá var komin nýr ráðherra. Og svona þetta, þannig að þetta eru mannanna verk. Og það er svolítið merkilegt að þeir hafa komist upp með þetta í núna hérna hjá okkur í 40 ári. Þetta er ekki bara hérna, þetta er allstaðar. Án þess að bera nokkur ábyrgð. Þetta eru andlitslausar stofnanir, ábyrgðarlausar. Og það hýriktu sjómenn væla yfirleitt allstaðar. Það er allstaðar efast getu fiskifræðinga að meta stofnin rétt. Hvernig er hægt að koma þessum skilabóðum á næsta stig? Sko, Björn Ólafsson var hér daginn að tala að það veri einstætt í seinni tíma sögu að sjá golþorska fullan af öðrum þorskum. Men fiskurinn væri að éta sjálfan sig. Já. Og þú ert með þessar áleitnu spurningar. Hvað hvernig getur þetta náð til áhrifa? Sko, gerum svo þetta grín, þá golþorskurinn, hann étur litlu þorskana. Þetta er alveg eins og stórútgerðin étur litlu útgerðin. Já, meinar. Já, það er það sama. Þegar það þrengist þá fara menn að lifa á öðrum. Og hér áður fyrr var það óþekkt að þorskur gengir svona miklu mæli í grásleppunni. Sem er vegna þess að hann er náttúrulega að leita mat. Tölum að þessum grásleppuna núna, hvernig er einmitt ástandið á henni? Það er mjög mikil grásleppu við. Það er sáralítill kvóti og skorið niður í mjög lítið, 1/3 held ég, það skiptir ekki máli, hann er skorið niður á grundvelli mælinga í ralli þar sem er út að mæla upp sjófisk með botróli. Já, grásleppan er upp í sjó, hún skellir sér niður og fer upp, aðalega étur hún upp í sjó og veiðist til dæmis á línu með laxi og veiðist í flotról. Og það er þeir trúðu því að þetta veri lagi og svo kemur í ljós að það er bara yfirfullt af grásleppu. En það ber engin ábyrgð á þessu. Og stendur ekki steini við steini? Nei. En ég spyr aftur. Það er ekki eins og sagt fyrirgefðu. Einmitt, en ég spyr aftur, hvernig getur við komið þessum efasemdum þínum sem eru rökstuddar yfir á næsta út fyrir þessa 40-50 sem hrista núna höfuðið og horfa á okkur og segja já, Jón veit nú alveg hvað hann syngur, en svo breytist ekki neitt og gerist ekki neitt og Hafró heldur áfram að senda ekki forstjórann sinni við töl, sko, þótt hann hafi verið beðinn að koma hingað og fleira og þeir eru bara í sínu vakúmi einhvern veginn. Sko, ég hef búin að vera að tala við sjávarútvegsnefnd Alþingis frá 90 þegar við vorum að tala um þetta hruni í Norðursjónum. Ég hef búin að flytja erindi fyrir þá og ég hef búin að flytja fyrir athugunarnefndina og ég hef búin að tala við stjórnmálamenn og það er engin viðbrögð. Það er einhverju með svona mikið tak á stjórnmálamennum að það vilja ekki snerta á þessari kartöflu. Já, það er takið á stjórnmálamennum. Nei, en ef að þú væri nú að hlusta á svona morðsögu og þú heyrðir öll þessi rök og þú voru beina að segja býttu nú, hver er morðingin? Hver heldur þú að sé morðingin? Hvað myndum maður segja eftir svona yfirferð? Það hlýtur að vera rannsóknarstofnunarinnar og nú ekki bara hérna, heldur allstaðar og þetta er saminað í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu þar sem allt er sagt eins. Og kíkjum aðeins á hérna það hlýtur að vera úr því að það er alltaf verið að skera niður þá hlýtur það að vera að stofnin í rannsóknartogunum
sé vanmetin. Já. Þú gerir eitthvað, svo mælir stofnun, þá er það minnkað. Og svo mælir aftur, þá er það minnkað. Og þú skerð alltaf niður og alltaf minnkar stofnun í þínum mælingum. Er ekki tími til að koma að spyrja, er einhvað ólagi með þessar mælingar? Það er mitt. Þeir fullir allir þessir stofnanir að þeir séu með alveg akkurat upp á punkt og prikk góðar aðferðir til að mæla stofnun. Og einn hafrámaður sagði það, við erum sko heimsmeistarar í rally, við erum svo góðir, það er svo nákvæmt hjá okkur. Ef við förum að skoða þessi rannsóknarskip, þá voru Amerikanir með rannsóknarskip sem hét Albatross 2. Þeir voru búin að vera með hann í 40 ár og alltaf voru sjómennir að kvart yfir því að hann fann aldrei fisk þegar þeir voru að veiða. Það er eitthvað að. Og loksins gátuðu fengið að skoða þetta mál og þeir mældu tóginni á þeim og tógurina, þeir voru svo skakkir og mislangir og trolli gekk alltaf skakt. Þeir hirtu ekkert að það voru kúlunar á höflinu, voru brotnar af því það hefði dregist undir fótrempið. Þeir voru alveg eins og apar þeir voru að vinna með, þegar sjómennir fóru borð og skoðuðu vinnubröðu, þá voru þeir alveg skelfileg. Og trolli var kannski að veiða 10% af því sem var á slóðinu. Þeir löguðu þetta og þá gjörbreyttist myndin og þeir fóru að reyna að leiðrétta þetta aftur í tíma. Það er náttúrulega ekki hægt. Svo fengum við nýtt skip, ennþá stærra og flottara, en notuðu sama trollið. Og þá svoðu sjómenn og netagerðarmenn, þetta er ekki hægt. Skip er alltaf stórt fyrir trollið. Það verður mismats óbalans þarna á milli og trollið fer að dragast ekki rétt og það er ekki hægt að gera þetta svona. Ég veit ekki hvað er að gera í dag. Sama var í Skotlandi, þeir fengu nýtt rannsóknarskip og notuðu sama trollið. Og þá fóru sjómennum borð til að skoða vinnubröðin. Ég þekki nú einn, hann sagði mér þetta persónulega, Gavin Tain hét hann og heitir. Og hann sagði, heyrðu þetta trollið passar ekki við skipið, það er alltaf lítið. Skipið er alltaf stórt fyrir þetta troll. Þá sagður, we can't change anything. Við getum ekki breytt neinu. Þeir vilja alltaf nota sama trollið og þá sagði sjómanni, getið ekki breytt neinu. Þetta gengur ekkert svona. Nei, við erum að tala um heimsku og fúsk. Við erum að tala um heimsku og fúsk. Já. Og svo nefnir orðið hryðjuverki í einni grein. Já, sko, Magnús Einarsson hét rannsóknarskip í Færeyjum og það var alltaf kvartað yfir því að hann veit ekki neitt það sem aðri væri að veiða. Og það var rangið til vélarhljóðs og ýmislegs. Nú er komið nýtt skip, ég veit ekki hvernig það gengið með það. Á Íslandi eru með sama trollið í 40 ár. Nákvæmlega, og það eru framfarir í veiðarfærum. Það er notað bæði á Bjarnarsheim og Árna Friðriksson sem er miklu stærra skip. Og svo á togara, það var nú leitast alltaf við að hafa sömu togara eða samskona togara. Nú er það ekki lengur. En þeir eru alltaf allir með sama trollið. Það er mjög með bobbinga en ekki rockhopper og það má engu breyta. Og allir þessar stofnanir eru að vanmeta stofnana. Það blasir við þegar árangurinn er svona allstaðar, þá blasir það við það er eitthvað mikið að. Þess vegna kalla ég það athugunarleysi hjá mannunum sem vinna við þetta. Ég kalla þetta hryðjuverk. Þeir eru búin að eyðileggja fiskveiðar í Norður-Atlantshafi. Það er ekki smá að segja þetta. Og þeir eru áfram jafn hortugir og segja bara þetta og hitt. Það sem að þeir vilja og það er enginn sem vilja geta hróflað við þeim. Nei, ég ætla einmitt núna að reyna í þriðaskiptið að fá þau til þess að hugsa það með mér hvernig þessi gagnrýni, hvernig hún getur haft áhrif. Við þurfum að klóna Lúðvík Jósefsson. Það vantar kjarkmenn í stjórnmálin. Já, einmitt. Vegna þess að þetta er augljóst. Og þetta er það vantar kjarkmenni sem efast vísindin. Það vantar kjarkmenni sem efast vísindin eins og við höfum litið á vísind í þessum fræðum. Já. Það er náttúrulega stór ákvörðun fyrir stjórnmálamann. Já.
og ég er nú svo oft búin að sko, bara þessar hérna heima, það er nú búin að vera margir forstjórar á í tíma minnar gagnrýni, sko. Já, einmitt. Og ég bara sé hvað þeir eru að gera á vitlaust. Já, og þess vegna kemur hingað og ræðir þetta mál. Ha? Og þess vegna kemur hingað og ræðir þetta mál. Já, þeir eru ekki saman. Já, þeir eru að biðja hjálp með hvað að gera. Akkurat. Þannig er einhver að ringið, kannski ætlar hann að hjálpa þér. Já, það er typist. Ég ætlaði ekki að láta það gerast. Nei. En erum við þá ekki bara komni næstu því alla leið þótt þetta sé svolítið svartnætti og dimmur punktur, þá hérna, hvað viltu segja að lokum, Jón? Já, ég vil segja það núna. Já. Að sko, það væri til dæmis stórt skref á leiðinni. Já. Eða ráðherrann, atvinnuvegar ráðherrann. Já. Svaraði spurningu stórútgerðarinnar það hvað á að taka þetta, já. Hvað á að taka þessi tonn sem að trilluta munum veiða. Strandveiðarnar, já. Þá á hann að segja úr sjónum. Já. Sko, við bara bætum þessu við. Já. Því að, takt eftir því, það er aldrei gefin upp skekkjumörk. Nei. Það kemur kvóti upp á tonn, já. En það er aldrei skekkjumörk. Auðvitað eru skekkjumörk, svakaleg. Já, einmitt. Og það er alltaf hægt að gera þetta. En þegar við reyndum að murka lífið úr þorskstofnunni hérna, með hjálp allra þjóða heimsins, þá gekk það ekki. Nei. Og þetta er ekki bara þorskur, þetta er allt, það er flatfiskur, steinbítur, það er alveg sama hvar þú kemur. Ber engin ábyrgð á því að höfumarinn er horfinn. Einmitt, það nú eitt. Þeir bara segja að þetta var fín veiðistjórn. Gekk svo vel hjá okkur. Já. Einmitt. Og grásleppurinn ber engin ábyrgð á þessu. Einmitt. Þetta er ekkert smá tjón. Nei. Þetta er með ólíkindum. Já, finnst þér það ekki? Jú. Þetta er eins og það yrði uppskerubrestur, ekkert hei, ár eftir ár hjá bændum og engin bara ábyrgð á því og engin væri að gera neitt vitlaust. Já, þetta er eins og maður stefnir í það. Sem var að tyrfa, þá var hann alltaf kalla út gluggan, grænt upp. Já. Var að minna að þetta græna eitt að snúa upp á torfinu þegar þökkunni verið lagað. Það er svona svipa sem vantar í þetta græntu í þessa stefnu. Það þarf kjarkmenn, það þarf stjórnmálamenn sem að þora að taka á þessu. Einmitt. Við höfum það loka orðin, Jón, þakka þér fyrir að koma og hérna vera með þína gagnrýni, þínar spurningar sem þú styður tiltöknum rökum. Ég hef sjálfur sem leikmaður, þá hef ég ekki mikla forsendu til þess að meta það. Þú lítur að sjá það samt að það er engin uppskera. Ég hlýt að sjá það og ég held við þurfum að nálgast þessa umræði með öðrum hætti eins og þú ert að reyna að fá okkur til að gera. Það er nú búið að fara svona með þitt heimavatn. Það er búið að vera að banna það veið í mörg ár til þess að reyna að byggja upp stofnin. Já. Og það gengur ekki neitt. Skildi þú aldrei vera, það er mitt. En þakka þið fyrir kærlega komuna, Jón. Og við höldum áfram, dagskráni ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.